Ég er að reyna að finna stað fyrir ykkur hérna af því ég er að taka þetta myndband í algjöru skyndi. Eða þú veist, ég var ekki búin að plana að vlogga þennan dag. Svona, við erum góð hérna þvottakerfi full af þvotti. Ég er að verða smá sein, þannig að þetta er ekki alveg að hjálpa mér að byrja á þessu börn. En ég ætlaði að fara að gera mér takeaway protein boost og oh my god, ég er ekki búin að fá þennan boost í örugglega svona 4 ár og hann er ekkert eðlilega einfaldur þessi sýningur. Ég held að þetta séu 3 eða 4 hráefni og þetta var alltaf í CrossFit Reykjavík á Matsalinn þegar ég var að æfa þar. Mér líður þessu að ég er búin að breyta þessu en þetta er, ég ætla að tók bara coconut, pineapple, banana af því það var alltaf eitthvað svona frús coconut. Ég ætla bara að þetta sé önnur formúla, ég veit ekki. Ég er búin að breytast eitthvað sem árum. Setja það hann í. Ég held að vanleg prótein væri betra sko, en ég geti setja skeið af próteini, lúku af svona kókos, flakes og lúku af möndlum. Ég veit ekki hvort það var hnetusmjör líka, prófa það. Nája. Úff, ég er krafnar heiða núna. Þetta ég er eitthvað að drífa mig núna. Þetta ég ákvað að taka upp myndband. Frú Kristína blasta hérna í bakgrunn, ekkert neitt við það. Oliver, það koma smá læti. 1, 2, læti. Eða ekki, ég á eftir að setja inn samband. Og voila. Og við guð, ég er að gleyma einu, ég er að gleyma klökum. Ég verð ekki að drekka heitan, sko. Þá er ég og Lúli búin að skuttla Oliver í leikskólan. Hann lappar alltaf með okkur á morgnana. Ég kom heim. Oliver var sko inn á mút. Þetta er fyrsta sinn sem hann bara svona neitaði að lappa í leikskólan. Við höfum oft mótmælt þegar við erum mætt að fara inn á deild, en þetta er fyrsta sinn sem við bara svona, hann fattaði bara strax hvert við vorum að fara og bara, nei. Ok, þegar hann er orðinn ískaldur þá er hann mjög góður. Þetta er alltaf þessum crossfit-arnir drekka í CrossFit Reykjavík. En já, velkomin í vloggið. Seinasta myndbandið mitt var náttúrulega ég að taka svona ágúst reset, rútínu reset. Vá, ég er að sjá svo mikið af vídeóum á YouTube af svona ágúst reset og ekki, ok. Þú veist, oft fær maður svona recommended og ég var alveg að horfa á svona myndbönd, en svo líka bara allir svona sem ég actually fylgist með á YouTube að posta svona, þannig að þetta er thing að posta svona ágúst reset. Kannski tekið smá update, þú veist, hvernig mér gengur að vera í rútínu og bara kannski svona endurstilli markmiði mín út á, þú veist, það eru 2 vikur síðan að ég byrjaði, síðan ég tók þetta ágúst reset dæmi. Og ég myndi segja að það sé búið að ganga vel, sko. Ég er alveg búin að vera að mæta á æfingar, ég er byrjað að fara ógeðslega mikið, ég er búin að fara núna, þú veist, í heita tíma hjá Natalíu. Þeir eru ógeðslega góðir, tímarnir hennar, shit, þeir eru svo fucking erfiðir. Natalíu er alveg brútal í æfingunum sínum, en ég elska það og ég vil alveg bara, ég vil fá bara erfiða æfingu, sko. Já, og ég ætla að reyna að fara allavega einu sinni í viku í heita tíma. Það var líka á markmiðinu mínu, heyrðu, ég er að follow through. Það var á æfingaplaninu mínu, það var á markmiðalistanum mínum fyrir æfingar. Það var 1 vörklasstími í viku helst hjá Natalíu. Ég er að fara í neglur á 5-daginn og fá mér svona skvísuneglur. Ég er líka að fara í brúðkaup á laugardaginn. Já, ég er svona líka að preppa fyrir það, keypti pantaði hárlengingar á netinu í gær sem að sko, ég vona að þær komist in time. Ég veit eiginlega ekki hvað ég að gera ef þær koma ekki. Nei, ég veit það ekki. I don't know what I'm gonna do. Svo er ég með 2 kjóla sem ég þarf að velja úr til að vera í neglur, brúnkukrem, ég þarf að skvísa mig upp fyrir laugardaginn, sko. Já, sjáum bara hvert þetta vlogg leiðir okkur. Ok, ég er komin aftur til að segja ykkur að það er gæi fyrir aftan mig í bíl að reykja vindil. Klukkan 8:56, þriðjudagsmorgni. Það var ekki vindil. Mér langar bara að koma inn á að segja þetta. Ok, það er samt ekkert eðlilega svona haustlegt úti, ef þú veist, að það er alveg svona smákalt en samt ekki og það er svona morgunsól, skilur þetta, hún, þú veist, núna er alltaf sólin
Þú veist, nú er náttúrulega ekki bjart allan sólarhringinn. Þannig maður svona sér að þetta morgunsól. Oh my god, ég sá gæja og hann var að labba með bara litla band sitt úti. Hann var eitthvað svona að labba og tjekka á því og ég veit ekki af hverju, það myndi mig svo mikið á að vera í orlofi með Oliver. Þetta á þú veist, svona þessum tíma, ágúst, september, þá var hann á svo ógeðslega góðum aldri til að vera, þú veist, við vorum bara alltaf í göngutúrum á þessum aldri. Örugglega yngri líka, en ég bara, já, ég veit ekki, ég man svo mikið eftir svona haustgöngutúrunum. Haust er sko uppáhalds-seasonið mitt. Kannski við myndum búksa annars á Íslandi væri sumar uppáhaldstíminn, en sumar er bara vonbrigði, haust er bara æði. Þannig að ég er ógeðslega bara spennt fyrir ángríns. Sumar má bara núna hætta að tísa okkur og laufblöðin má bara vera skipt lit og það má alveg kólna smá og morgunsólin og frost. Nei, ok, kannski ekki frost. En já, ég kom bara alltaf að segja ykkur þetta. Sjáumst bara í næstu klippu. Ok, nei sko, ég titraði í hendinni, ég var að bera þetta allt upp á 3. hæð. Oh my god, ég er sveitt. Úr bílnum, yfir bílastæðið, upp á 3. hæð. Þetta er sko tróðfullir. Það er risa búðarferð, borgaði 28.000 og eitthvað. Ég á sko myndavela tripod eða svona 3-fót, en ég er samt alltaf að nota bara eitthvað random hluti í búðinni. Svona, þetta er betra. Já, ég ákvað bara að taka stór búðarinnkaup og kaupa bara út af því, já, ég veit ekki, ég reyni, sko yfirleitt tek ég ekki búðarinnkaup rétt fyrir ok, oh my god, mér líður alltaf þessu 50 dagur eitthvað í dag, það er bara 3. dagur. Þetta er bara fínt tíma að taka vikuinnkaupen. Don og jógurt og flatkökur og Monster. Ok, hann er gúrkutrendi á TikTok. Ég gerði það daginn og mér fannst það gott. Mér fannst það vanta sesamfræ og ég veit ekki, hrísgrjón eða eitthvað, þannig að það kom smá súskivæð. Þannig ég keypti sesamfræ til þess að prófa aftur. Ég keypti eitthvað fyrir kvöldmat í vikunni svo ég myndi elda. Mitt í ferðina, ég fór í barnarátt, ég skal sýna ykkur. Ég keypti rosa lítið, það var ógeðslega lítið af básum, strákabásum í Oliverstærð. En ég keypti hérna leggings frá Name It á 750 krónur. Mér finnst hann alltaf vaxa upp á buxunum. Ég held sko að þurrkarinn, þegar ég set all fötuna þessi þurrkara, ég held að sé að minnka út af því að mér finnst það alltaf vera svo stuttar. Keypti hérna cozy buxur frá Minoti, 750 krónur. Já, og svo keypti ég bara eitthvað Lindex-ból, 750 krónur. Þetta er eina sem ég keypti. En ég keypti í Soft Tacos, þá ger ég alltaf svona hrásalat og eitthvað. Keypti allt í það. Mér langar alveg að gera það í kvöld, ég er alveg að kreyfa það, þannig ég er að pæla í að það sé maturinn í kvöld. Oh my god, veitu hvað ég sá líka? Ok, hvít súkkulaði ísósa! Oh my god, mér langar svo mikið að gera mér kaffi núna, en ég fekk mér kaffi í morgun og ég fekk mér Nokko áðan. Þannig kaffinskamturinn minn er eiginlega búinn í dag, plus ég fæ mér eiginlega ekki kaffi eftir klukkan svona, ég myndi segja eftir klukkan svona 2. Út af því að mér verður ógeðslega oft óglatt. Ég veit ekki hverju, mér finnst kaffi eftir klukkan 2 ekki jafn gott nema kannski ég sé í útlöndum eða eitthvað. Ég ofta að hugsa þetta í allt kvöld þegar ég fer að sofa. Ég er svo spennt að gera mér kaffi á morgun. Já, hérna er ég og 28.000 kallið minn. Hæ Lúli. Hvað segir þú gott? Hann er að sníkja. Hann langar í blautmat. Oh my god, það er svo gott veður. Ég er bara að fá sko. En ég er að fara að sækja Oliver eftir smá. Hver segir mu? Já, og hver segir nei? Og hver segir a-a? Monkey. Og hver segir oink oink? Já, abi. Hver segir oink oink? Svín. Já. Þetta er pabbi. Mamma. Já. Oliver er í himnaríki hérna. Appelsínugulur og blá. Hérna var Brynjar og Skúra. Rosa vel gert hjá þér. Hann neitar að fara heim, hann vil bara sjá Brynjar sprauta þessu vatni sem
sem hún brautaði framan í mig. Sem var bráðnaði smá, ána fór í fyrstinn. Hvað er þetta? Ís? Hann vildi ekki fara frá Brynjari. Ég ætla bara að fara að gera kalt í kvöldmat. Klukkan er 5:10 og ég þarf alveg að preppa ef ég ætla að gera soft tacos. Sæta! Gjör svo vel. Nathalie er mætt í mat sem sagt. Og orka. Við erum hérna með þetta ost, vegan eitthvað kjúladæmi, salsa, hrásalat og sósa ala Guðný Ásberg og Alexandra Bía. Ok, væpi. Oliver er hérna með kanilsnúð, banana og barnasnakk. Er maturinn þinn góður? Dog, já, flott. Buon appetito. Buon appetito. Hvað erum við að fara að gera? Neglur fyrir bryllup. Ætlar að gera hendi, þú ert með... Mér langar svolítið að gera yfir þetta. Ok. Annarkvort rauðar eða bleikar. Æ, þetta er Það eru hræðilegt. búin að vaksa. Ég vil líka bara að þetta á að vera blóm, sko. Það er búin að nuttast af þessu. Ég veit ekki hvað. Svona ljósbleikur. Ég ætla bara að gera tærnar út af því að ég er að fara í neglur á höndunum á 50-daginn. Sko, það mætti halda að Andrea sé að gifta sig en ekki einhver önnur, sko. Hún er bara að fara í... Þú ert að vera neglur. Augnhár. Augnhár, hárið. Hárlengingar. Ég er búin að lita. Ég er búin að lita. Og svo brúnkusbrautun. Nei! Ég fer alltaf í augnhár. En það telst ekki með. Neglur það er fyrir brúkupið. Tærnar, brúkup. Lita hár, bara nýta ástu. Hárlengingar brúkup. Sko, Andrea bað mig að koma með naglagræjur til þess að græja tásunaglunar. Og ef hún vill það, þá erum við að fara að gera það all in, sko. Þannig að hún er að segja bala og við ætlum að sjóða vatn út af heita vatnið er... Ég hafa búið að slökkva því, þannig að ég 1-2 daga eða eitthvað. Ég ætla ekki að borða neitt nammi í vikunni. Við hættum við að gera tánuglunar og því að Nathalie ætlar örugglega að kaupa rauðan lit sem við ætlum að setja því við verðum örugglega báðir í rauðum kjólum. En Nathalie er búin að vera að gera sínar. Ég var bara svona að prófa út því ég er með þessar núna og ég var bara svona að prófa að pússa þessar og eitthvað svona, sjá hvort ég get gert yfir þær. Ok, fyrsta nöglin. Er það grínast? Neip. Þessi er fín. Það ekki? Vá, hún er, vá. Nathalie alveg pússa hana niður og naglalækkaði. Ég gelaði hana, sko. Sjá. Ok, vá. Nathalie var að fara frá mér klukkan er sko 11. Ég keypti þetta krem í bónus. Þetta er merkið Lova Iceland og ég hef átt rakakrem frá hann áður og þetta er bara mjög góð krem og kostar ógeðslega lítið. Mæli með þessari línu. Love Island. Þetta er Shea Vitamin Cream Hydrating and Anti-Aging. Núna ætla ég bara upp í rúm. Ég ætla að edita þennan dag á YouTube af því að ég edita ekki, ég edita alltaf á kvöldin, daginn og því annars gleymi ég alltaf hvað ég var að segja og svo oft katta ég, klippir út og svo næsta dag kannski, er ég að segja eitthvað sem ég kannski kattaði samt út þannig að það meikar ekki sens. Þannig að heil klipp skammist eða ok, er ég með ekki sens. Allavega það sem er best að edita alltaf bara strax sama kvöld. Lúli fékk að koma inn. Alltaf rekin út þegar Nathalie kemur með hundi sinn. Gjör svo vel. Segðu góða nótt, sjáumst á morgun. Góðan daginn, ég er að gera mér nesti í nýja nestisboxið. Ég ætla að gera bara pesto, pasta, þannig ég bara að blanda smá
pesto úti. Svo ætla ég að gera mér kaffi. Ég er ekki búin að fá mér kaffi í dag, samt er ég búin að vera vakandi í 2 tíma. Já, og við erum vaknað klukkan 6. Blanda, blanda, blanda. Svona. Þá er gymbag klár. Já, Oliver í símanum. Hann er búin að vera vakandi svo lengi. Hann leik sér ógeðslega mikið lengi áðan með dótið sitt, en svo bara byrjaði hann að vera cranky og ekki nennaði lengur, þannig að hann fer að horfa smá í dag. Þessi bolli, kaffibolli, er búinn að vera inn í ískápi í örugglega svona 40 mínútur til klukktíma, þannig að hann er vel kaldur fyrir ískapi. Hérna er kaffihotnið mitt, en þetta er ekki kaffivélin, en mamma var að gefa mér svona sírópgæja, þannig að ég þarf að geta hægt að nota tappan á kaffisírópunum. Við erum eitt svona glas, en ég byrja alltaf að mixa bara onni glasi, ég ætla að nota svona barista haframjólk og hella bara svona onni í það. Nú veit, kom eitthvað. Svona. Setjum þetta til hliðar. Þetta glas set ég aftur smá mjólk. Og svo er ég búin að vera að setja eina kristu af agave og frotha það saman. Svona. Hvít sósa, cute glas og bara go for it. Oh my god, þetta er beautiful. Þetta er, setjum bara að nóga þessu til að byrja með. Oh my god, þetta er geðlegt. Og svo mjölkin. Þá er hún ready í að smakka. Ég er sko með hitan í botni, það er svo kallt úti, ógeðslegt veður. En ég er komin í gymmið sem ég fer vanalega í og því heita vatnið er komið aftur á samkvæmt veitur.is. Ef það er ekki komið aftur á hérna þá vorkenni ég fólkinu sem þarf að vera í kringum mig í dag því ég get ekki fyrir stærstu. Ég elska að fara á æfingu þegar ég hef líka bara nógan tíma. Ekkert að drífa mig. Það er í dag, það er miðvikudagur og samkvæmt miðvikudagsplaninu á ég að taka cardio og booty. Og ég held að það sé bara rosa fínt í dag. Ég fór ekki æfingu í gær en á mánudaginn tók ég heitan tíma hjá Natalíu og það var ógeðslega mikið abs og efri búkur. Ég tók mest á þar, þannig að það er fínt að taka smá cardio og booty. Hlusta á svo spennandi þátt með tebúðinu númer 209 illverk sagan John List. Svo spennandi. Ég er ógeðslega svöng, ég ætla að fá mér pastað en ég gleymdi gafli. Það er bara svona. Vá, hvað var næs að fara í sturtu. Er það grínast? Ég gátum ekkert fara í sturtu í gær. Og það heita vatnsdæminu. Það var ógeðslega næs að fara í sturtu. Ég hefði reyndar átt að taka með mér sjampo og hárnaríku. En ég bleytti bara hárið og það var svo sveitt og setti í snúð. Ég er að pæla að fara í Hagkaup og kaupa mér vatnsflösku, Nokko og fjólublátt sjampo. Þetta ég er búið með fjólublátt sjampo mitt. Og það er að verða svolítið gult hárið á mér. Mjög gott pasta. Já, ég ætla bara að klára að borða þetta hérna. Eða kannski borða ég á leiðinni. Er það óöruggt? Veit ekki. Ok, það er alveg komin seinnipartur og ég er búin að sækja Óli og allt. Ég og Lúlli erum að kúra aðeins, en Óli er inn í herbergi að leika sér. Það er ógeðslega leiðilegt veður, það var ógeðslega mikill vindur og svo svona gætt rigningalegt og rigning og ég er svo þreytt.
Ég þetta í seti. Líka leiðileg byrsta hérna. Allavega. Já, ég nennilega ekki að taka meira upp í dag. Ég var í sjokki þegar ég var að edita vloggið, eða þú veist, ég var að edita gærdaginn, hvað ég var komin upp í langt vídeo með einum degi. Spara gærdaginn var svona 15 mínútur. Þetta að fara að vera ógeðslega langt myndband eða? Þannig að að taka upp næstu daga, en þú veist, ég ætla allavega að sýna ykkur á morgun nagla reveal. Ég ætla að hafa það inn í þessu vloggi. Ég held að við sjáum samt bara á morgun.